Finnur sá mun á flestu freklega gengur nær. Til að skilja sjúkdóminn þarf að leita aftur til 16. aldar. Ástríður hefur reynt að rekja ættirnar sem bera genið aftur til sameiginlegs forföður. Hann hefur að líkindum fæðst 1550 við Breiðafjörð. Fjölskyldurnar sem bera sjúkdóminn eru frá Vesturlandi, af Barðaströnd og Suðurlandi. En það fórum við að taka eftir því að arfberarnir í gamla daga lifðu mjög lengi, alveg jafn lengi og viðmiðin sem voru makarnir. Þótt genið hafi stökkbreyst á 16. öld, þá virðist fólk ekki hafa farið að deyja úr sjúkdómnum fyrir tiltölulega nýlega. Fram að því voru lífslíkur þeirra sem báru genið jafn miklar og hjá öðrum Íslendingum. 1820 byrja fyrstu sjúklingarnir að deyja úr heilablæðingu og allt fram á fyrrihluta 20. aldar verða þeir sífellt yngri þegar blæðingin ríður yfir. Nú deyja flestir 30, á meðan hafa lífslíkur þjóðarinnar aukist. Tilgáta Ástríðar og samstarfsmanna hennar er sú að sjúkdómurinn hafi fyrst komið upp á yfirborðið þegar mataræði Íslendinga tók að breytast á fyrrihluta 19. aldar. Framundir 1820 lifði þjóðinær eingöngu á súru skyri, gerjuðu smjöri og harðfiski. Rúmjöl, bygg, hveiti, kartöflur og grænmeti rataði fyrst ofan í aska landsmanna þegar leið á 19. öld og allur matur var ósaltaður. Þetta breytist hratt á 19. öld. Hlutfall kolvetna tvöfaldaðist í matnum en hlutfall fitu og próteina hrundi. Þá margfaldaðist neysla á salti og sykri. Arfgenga heilablæðingin kemur fram á nákvæmlega sama tíma og mataræði landsmanna byrjar að breytast og lífslíkur sjúklingana minnka samhliða breyttum neysluvenjum þjóðarinnar. Ástríður telur þetta enga tilviljun. Eitthvað vendaði fólki í gamla daga því að í 300 ár þá breytist bara stökkbreytingin út í ættunum. En þetta er náttúrulega bara tilgátu, við vitum ekki hvað það er. En það er kannski væri gott að vita það upp á það hvort að það er hægt að grípa einhvern veginn inn í. Og þótt breytingarnar verði á sama tíma er ekki sjálfgefið að sjúkdómurinn stafi beinlínis af breyttum neysluvenjum. Þetta er áhugaverð kenning til að kanna frekar en allar sannanir vantar og það er alls ekki komið á það stig að það sé raunhæft að ráðleggja fólkin einar mataræðisbreytingar byggt á þessari hugmynd. Það er því óvíst að tilgáta vísindamannanna á Keldum gagnist fólki eins og Andrési sem hafa nú þegar fengið blæðingu. En Andrés og ættingjar hans eru með óvenjulegt afbrigði af sjúkdómnum. Andrés er komin yfir 50 þegar hann fær fyrstu blæðinguna. Þannig að þau fá lengri tíma. Það er eitthvað sem verður þau, sem er ekki vita hvað er. Það eru nokkur prósent sem verða miðaldra eða meira og þegar við rannsökuðum þá sér og árum þá svo saman við unga arfbera, þá kom í ljós að það er að minnsta kosti 1 prótein sem virðist vera í meira magni hjá þeim eldri en hjá þeim yngri. Við erum með þá hugmynd að þetta gæti verið að venda þá. Það er því mörgum spurningum ósvarað arfgengu heilablæðinguna og það er hugsanlegt að einhvers konar meðferð finnist sem gæti aukið lífslíkur þeirra sem enn bera genið. Eftir því sem við best vitum að þá gætu verið einhvers staðar 20 pluss mínus sagt sem að væru með gallaða genið. Það hefur ekki greinst hjá öllum ennþá vegna þess að það hafa ekki allir verið athugað. Það vilja nefnilega ekki allir vita hvort þeir beri genið. Andrés og systkini hans kusu að láta ekki greina sig og uppkomin börn Andrésar og Þóru hafa ekki látið athuga hvort þau beri genið. Því að það er hvort sem er ekki hægt að gera og engin ástæða til að sitja þau uppi með þá vitneskju að hugsanlega geti maður að hugsanlega komið þetta fram. En sem komið geta þeir sem bera genið aðeins vona það besta og noti þeirra góðu ára sem þeir fá. Þeim fækkar sífellt sem hljóta þennan þungbæra arf því fæstir þeirra kjósa að eignast börn. En vísindamennirnir ætla ekki að gefast upp á því að bjarga þeim sem eftir eru. Við erum eiginlega í svona nokkurn veginn kapphlaupi við tímann. Við erum að reyna að finna eitthvað
sem gagnast árberunum því að sem gæti stoppað sjúkdóminn eða jafnvel snúið við skemmtunum. Það eru ennþá einstaklingar sem að hafa möguleika á því að þurfa að horfast í augu við þennan sjúkdóm og þess vegna má ekki hætta. Það þýðir bara að það verður að halda áfram.